Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, þá komið að heimsmálunum sem alltaf svolítið skrítinn. Ég hérna með Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á línunni, hann staddur í Bangkok. Vertu velkominn, Hilmar. Góðan dag. Herðu, það hérna, bandaríska sendinefnd er farin til Moskvu og mun sagt að Volkov muni hitta Putin. Hann með eitthvað í töskunni sem við vitum ekki alveg hvað Það búið að vera að sjóða eitthvað saman frá því að 28 punkta skjalið lag líklega og við vitum ekki alveg hvað Getur þú sagt hvað í töskunni? Nei, ég veit það ekki. Ég held bara að ágreiningsmálin séu svo mikil og alvarleg að það sé mjög ólíklegt að verði samningar eitthvað á næstunni. Ég sé bara alls ekki fyrir mér að það verði. Það bara til að nefna eitthvað dæmi þessi 28 punktar sem komu út fyrst, sem komu frá Bandaríkjunum. Síðan komu punktar seinna frá Evrópu. Það sem við vitum að Evrópa sagði upprunalega að Evrópusambandið og Evrópuríki NATO voru sammála það að það ætti ekkert að semja þessu máli. Þetta væri mál þar sem að Putin væri stríðsglæpamaður og ætti ekki að semja þeim. En Evrópa samt einhvern veginn að reyna að komast inn í málið aftur núna. Og við þessum við áttum okkur á því núna að Witkoff að fara til Moskvu og búin að fara þangað margar ferðir og hann undir ásökunum fyrir það að hann sé mjög hliðhollur Putin og sé jafnvel á hans vegum og sé jafnvel í einhverjum viðskiptahagsmunum þarna og það var talað að fyrstu Putin hefði bara verið skrifaðir í Moskvu og á Rússlandi en þó alveg ljóst til dæmis að í þeim pakka, ég ætla svo að bera saman við hinn pakkan sem ég sá sem Evrópa gerði, en þá gert til þess að fyrir því að Úkraína verði með 600.000 hermenn til dæmis, þannig að og það eitthvað sem við vitum alveg að Moskva mun ekki sætta sig við. Nú má deilum þá hvort að Moskva hafi einhvern rétt á því að ákveða það eða skipta sér að því hvaða hermenn Úkraína verður með, hvað marga það má deilum, auðvitað má segja það að Úkraína sé sjálfstætt ríki og það getur verið með marga eins og þeir vilja. En þannig ekki staðan að þeir eru að semjum þetta og þeir tala 600.000 hermenn á meðan að Rússar myndi ekki, það ekki held ég rétt að samkomulagið sem kom út fyrst sé eitthvað sem að Rússar myndu algjörlega sætta sig við. En það hins vegar, held ég að í Putin og Moskva, og þeir í Moskva hafa sagt að þetta væri eitthvað sem hafa verið að byrja á sem grundvöll. Má ég skjóta inn Hilmar að því að þú ert að nefna fjölda hermanna að þær þjóðir sem eru með meira heldur en 600.000 hermenn í heiminum, það Kína, Indland, Bandaríkin, Norður-Kórea og Rússland. Næsta Evrópuríki sem með stærsta herinn Tyrkland sem með 355, síðan erum við með Frakkland með 200.000 og þannig að þetta töluvert stór her sem verið að tala Ítalía 160, svo ég tæki nú bara eitthvað svona dæmi af þjóðum sem eru svona viðlíka fjölmennar og Úkraínumenn. Já, þetta fjölmennir her og maður líka velti fyrir sér Úkraínumenn þeir innan við 30 milljónir manna í dag og mjög mikið af unga fólkinu farið og maður heyrt, það sögur það að ungir menn sem gætu farið að nálgast herskyldu aldur þar eða ef að Úkraína lækkar herskyldu aldurinn mikið meira að þetta fólk farið að flýja landið og hvernig land sem efnahagslega rúst með innviðina ónýta og mikið tjón og hagkerfið starfar ekki lengur hefur það efna á því að vera með meira en 600.000 hermenn. Ég átta mig ekki alveg á því hafa þeir mannafla í það og hafa þeir efna, hver ætlar að borga fyrir þetta? Það það sem maður velti fyrir sér. Þarna segir Evrópa að Úkraína hefur verið með 800.000 hermenn. Og nú náttúrulega eru Evrópuríkin að stækka sína heri. Ég veit ekki nákvæmlega hvað ætla Þýskaland að fara í marga, Bretland, Frakkland, þessu stóru lönd, hvað ætla þau að gera. En allavega þetta greinilega deiluefni. Mér minnir að hafi verið talað í Istanbúl skömmu eftir að stríðið hófst hafi verið talað að það 250.000 hermenn í Úkraínu. Þannig að það ekki held ég alveg létt að samkomulagið sem kom út fyrst hafi verið algjörlega eitthvað sem
það hefur verið samið af Witkoff og þeim sem verið í kringum hann, en náttúrulega auðvitað hefur verið tekið eitthvað sem hefur komið út þegar viðræðurnar fóru fram í Alaska og svo bara bæði frá Úkraínumönnum og svo framvegis og frá Bandaríkjunum, en auðvitað Evrópa til hliðar vegna þess að Evrópa Evrópa ekki þeirri stöð að geta haft samband beint við Pútín. Þetta fer ekki gegnum Bandaríkjunum. Væri óvarlegt að segja sem svo að þessir 28 punktar sem komu fyrst, það var náttúrulega sumt í þeim var kannski sem kom málunum bara ekkert við, en svona það sem að sneri að svona helstu ágreiningsmálum hafi verið það sem að Bandaríkjastjórn eða hluti Bandaríkjastjórnar taldi að þyrfti að vera til þess að fá Rússa til þess að samþykkja, byggt á samtölum meðal annars í Alaska og raunverulega fram eftir öllu þessu ári. Á meðan að Evrópupunktarnir að þeir eru það sem Evrópa er að reyna að færa þetta til, en Bandaríkjamenn hafa aldrei tekið þessa Evrópupunkta raunverulega upp á borð. Það frekar þannig að þeir hafa þá komið í gegnum kröfur Úkraínumanna, þar sem Úkraínumenn koma með kröfur breytingar á þessum 28 punktum, vitandi það að Evrópa styðji þá til þess. Það er ekki alveg þannig að Evrópa sé aðili að þessum viðræðum nema þá stuðningsaðili Úkraínu. Nei, þeir hafa sagt alltaf að Pútín eigi bara verið í fangelsi, hann er að koma til Haag, láta yfirheyra sig og láta svo loka sig inni. Það segir Kaja Kallas. Þau dæma sig úr leik og get ekki verið, Trump hefur einokunaraðstöðu með það að geta talað við Rússland. Og svo Zelenski búinn að vera að biðja einkafund, þannig að fund með Pútín, þar sem þeir eru bara tveir og kannski Trump með, en Pútín hefur ekki vilja neitt máls á því. En Evrópa með alls konar svona kröfur eins og þessi 800.000 hermenn sem ég alveg sammálaður í því að 800.000 hermenn það nú ansi vel í lagt fyrir land í þessari stöðu, en þarna verið að tala það að Evrópa segir þetta öryggismál Úkraínu og þetta öryggismál Evrópu og að Rússland hafi ráðist á Úkraínu algjörlega án nokkurs tilefnis og algjörlega án þess að hafi NATO-stækkun en eitt slíkt komið sem máli við, þetta sé bara því að Pútín sé eins og Hitler og hann vilji stækka, hann vilji leggja Evrópu undir sig. Það er hugmyndin og þetta er náttúrulega eitt sjónarmið. 800.000 hermenn vill Evrópa hafa og svo varðandi NATO og þá útilokað í punktum 28 Úkraína farin í NATO og Trump er löngu búinn að blása það af. En hérna talað eitthvað það að hjá Evrópuútgáfunni að ef að það verði, hvað við þurfum að vera konsensus að samstaða meðal NATO-ríkja ef að Úkraína farin í NATO. Þannig það eins og sé vel að segja það að Úkraína eigi kannski að fara inn í NATO. Kannski eitt sem má segja varðandi þetta, Hilmar, er að þeir orði þetta svona að það þurfi samstuð allra NATO-ríkjana sem merkir það náttúrulega ef að Bandaríkin vilji ekki að Úkraína komið inn í NATO, þá munir það ekki fara inn í NATO. Þannig að núverandi stjórn í Bandaríkjunum gæti kannski sætt sig við þetta, en Evrópa er að þá vonast til þess að næsta stjórn munir hugsanlega hleypa eða taka upp fyrri stefnu að Úkraína eigi að gangi í NATO. Já, þetta er ekki ágreiningur snýst ekki Bandaríkin ágreiningur snýst hvað Rússland samþykkja ef það á að semja við þá. Reyndar hefur Evrópa lengi sagt að á að geta semja við Rússland, þá á að sigra Rússland á vígvellinum, á ekki aldrei að fara í samningaviðræður við Rússland. En núna kvartaði við því fyrsta lagi að þeir séu ekki aðilar að þeir séu ekki við borðið og séu ekki að semja við Pútín. Þannig að þetta voru sérstök staða. En þetta var varðandi þetta með NATO, þá myndu Bandaríkin alveg örugglega sætta sig við þetta. Þetta var allt í lagi að það hefði bara verið konsensus og ég meina þegar Úkraína upprunalega var nefnd fyrir 17 árum og það var í NATO þannig að það voru Þjóðverjar og Frakkar algjörlega á móti þessu. Og það eru lönd sem algjörlega á móti þessu, svo Ungverjaland til dæmis algjörlega á móti þessu. En allavega þarna snýst málið það hvort þú getur fengið Rússa til að samþykkja þetta og þeir hafa sagt, stjórnvöld í Moskvu og Pútín að það kom ekki til greina þeirra mati. Svo er verið að tala þessu Evrópuútgáfunni að sé eitthvað article 5 garantí að sé 5. greinin sé gild og Bandaríkin muni taka ábyrgð á Úkraínu og ég veit ekki það er eins og að nefna Bandaríkin þegar þau semjast 28 punktar þau vilja losna við þetta mál frá sér vegna þess að það er bara þannig að það er svo mörg átök, það er svo víða átök í heiminn, það er ekki bara í Evrópu og Úkraínu, það er líka eldfimt ástand í Miðausturlöndum. Þú nefndir
og svo er það Venezuela, það sem í Suður-Ameríku sem geta orðið átök, það sem Bandaríkin gætu komið inn í og gert innrás, og svo með þess að einhvern tímann ætlaði Trump að gera innrásin í Nígeríu, sem land sem yfir 900.000 ferkílómetrar á stærð og 230-40 milljónir manna í Afríku. Þannig að það er nóg að gera og og Bandaríkin, ef það ætla að einbeita sér að Suðaustur Asíu og Asíu eins og það þurfa að gera, þá gengur þetta ekki upp. Þannig að mér finnst alveg eðlileg út úr hagsmunum Bandaríkjanna að þetta Úkraínustríð fari út af borðinu. Það er búið að reyna í 4 ár að snúa þessu við með svona það sem kalla counter-offensive, einhver gríðarlega mikil hröð gagnsókn Úkraínumanna sem getur tekið allt landið og komist að landamærunum eins og voru 99. Og það er ljóst að sókn Rússa hefur verið mjög hæg undanfarið, hún hefur samt verið að aukast hæg, en samt sem áður, ég held að menn átti sig ekki á því að það bara viss svæðin í Úkraínu sem Rússland að hugsa og þeir eru að taka sennilega það mikilvægasta, en það eru svæði sem ennþá eru mikilvæg eins og borgin Odessa og Kharkiv. Það er ákveðin svæði sem að Rússland myndu sennilega, ímynda mér, myndu vilja ná eða taka af Úkraínu. Svo hefur náttúrulega undanfarna misseri hefur þetta ekki verið stríð að vinna tiltekin svæði eða tiltekin þorp, heldur hefur þetta stríð snúist það að láta andstæðingnum blæða út og Rússar hafa gert það fyrst það sem lágu svolítið í vörn eða ekki þetta fyrst, en svona þegar eftir að var ljóst að ekki yrði að samningum í Istanbúl og eitthvað fleira, að þá lágu þau svolítið í vörn og Úkraínumenn voru að sækja eins og þú varst að lýsa í svona sóknum sem að kostuðu Úkraínumenn líklega töluvert afl, en svona undanfarið kannski svona síðasta ár að þá hefur svona heldur aukist svona þungi Rússana, en tilgangurinn alltaf sá að brjóta raunverulega niður varnir Úkraínumanna, láta þá blæða út, þannig að vera erfitt fyrir þá að manna fremstu víglíku, erfitt fyrir þá að finna vopn til þess að berjast með, og þá getur mögulega skapast tækifæri til þess að vinna fljótt ykkur lönd. Þannig að ég held að stundum eru menn að segja, þú kannast við að Rússar hafi bara unnið þarna einhverja 20 metra hér og 20 metra þar, en stríðið snýst ekki það, stríðið snýst það að láta reyna á mátt herjanna og sá vinnur sem heldur lengur út en hinn tapar. Já, ég þetta alveg rétt mat, og það sem að gerast náttúrulega það að ef þú ert að sækja fram, hvort sem þú ert Úkraína, þegar Úkraína reyndi counter-offensive, að segja gagnsókn, þá miklu fyrir stríðinu, þá var gríðarlega mikið mannfall á þeim. Eins ef að Rússar að sækja fram og þeir eru að sækja fram á mikill hörku, þá verður svo mikið mannfall því að þeir sem að verjast, sem Úkraínumenn, ef Rússar að sækja, þá liggja þeir í skotgröfunum á meðan hinir á hreyfingu. Þannig að þeir eru miklu auðveldara skotmark. Þannig ef að Pútín vill sækja fram, en þó þannig að það verði ekki mjög mikið mannfall, þá gerir hann nákvæmlega þetta. Og það er sótt fram, en það er gert mjög hægt og smátt er verið að brjóta her Úkraínu niður, og þá eru menn að hugsa í Moskvu eru menn að hugsa það er fámenni í Úkraínu með Rússland, og svo er vopnaframleiðsla og vopnabirgðir á Vesturlöndum ekki í því ástandi sem margir héldu. Það er vera skortur á vopnum og það er vopnaverksmiðjuframleiðslan gengur hægt fyrir sig og svo framvegis. Þannig að það er alveg rétt, en ég hins vegar held samt sem ekki að þó að það geti gert á einhverjum tímapunkti að víglína Úkraínu brotni, að öll Úkraína falli, ég hef ekki trú á því, en allavega það er alveg ljóst að ég held að aðilar hafi verið að lesa á mikið í það þó að þetta veri hæg sókn. Ég hef heyrt framkvæmdastjóra NATO tala um þetta og fleiri aðilar tala um þetta, en ég held að þetta sé allavega aðri sérfræðingar sem ég að hlusta á, auðvitað hann náttúrulega að reyna að láta NATO líta vel út. Það er hans starf að vera, þó hann ráði ekki svo miklu, Bandaríkin hafa stjórnað NATO frá Washington. Höfuðstöðvarnar í Brussel hafa verið með eins og sendiráð frá Washington. Hann tekur sér engar ákvarðanir, engar mikilvægar ákvarðanir, hann tekur fram fyrir hönd NATO, en hann hefur líka talað um þetta og svo framvegis. Þannig að það er alveg rétt, og ég held að það sé líka óraunhæft, það er líka óraunhæft að Pútín sé endilega að reyna að ná undir sig eins miklu svæði eins og hægt er. Þetta snýst
eins og öll stríð snýst voðalega mikið bara að komast yfir ákveðnar auðlindir og margir segja það með stríði í Venezuela að það snúist olíu og þú hefur kannski líka heyrt það sem ég veit þú reyndar heyrt að Nígería líka mikið olíuríki þannig að þetta það var ólögleg innrás í Írak 2003 og ég meina það líka olía, ég meina þetta voða mikið þannig Líbía og Íran og við getum bara talið upp þetta stórhættulegt að eiga olíu í þessum heimi. Það bara hættulegt að eiga auðlindir sem eftirsóttar og það þessi stórveldasamtök sem að herðast og Bandaríkin að dreifa kröftunum og að dreifa kröftunum mjög mikið og það bitnar á Evrópu og Evrópa einhvern veginn hefur ekki haft þetta framsýna svo við stækkum NATO, alltaf auka byrjarnar á Bandaríkin þurfi ekki bara að gæta 600 milljóna íbúa, það að segja 2000 þeirra fólksfjöldi heldur að stækka NATO 32 ríki úr 12 og þá Bandaríkin komið milljarða manna á sitt borð sem þeirra gæta öryggis og ríkisfjármálarnir í ólagi, þetta hlauta enda einhvern veginn svona. Síðan enda verið að tala um að friðargæsluliðina að þá svona eitthvað verið að gæla við það að það getur orðið eitthvað áfram en ekki varanlegt sko. Já, og svo evrópskt friðargæslulið sem Evrópumenn vilja senda. Já, það var verið að tala um það sko að það var talað um að það var búið að útiloka það í fyrra samkomulagi en ég veit að eins og Macron og Starmer, þeir eru ennþá með einhverjar hugmyndir um að allavega kannski á einhverju tímabili þá verði einhverjir friðargæsluliðar sem náttúrulega alveg kemur ekki til greina frá hendi Rússa. Rússa líta svo á Evrópuþjóðirnar séu hluti af andstæðingnum, að séu stríðsaðili en Starmer og Macron vilja líklega bara að sínir menn í hernum fái einhverja æfingu og þetta sé gott fyrir þá. En varðandi, við höfum ekki talað um hvort að Úkraínumenn gefi eitthvað land eftir, það mátti heyra eða skilja það svo á Zelenský, svona fyrstur að 28 punktum komið fram, að það væri verið að skoða það. En á sama tíma og sendinefnd frá honum var í Flórida að svona fínpússa það sem að Bandaríkjamenn færu síðan með til Moskvu, að þá fór hann til Parísar og talaði við Macron og var svona að leita eftir stuðning og svo flög hann meira til Írlands að sækjast eftir stuðning. Þar var hann í dag. Mér finnst þetta eiginlega frekar benda til þess að það bara eiginlega engin alvara í þessum viðræðum ef að Zelenský mættur til Írlands sem ekki eins og í NATO. Mér finnst það benda til þess að þessi sendinefnd sem að fer til Rússlands ekki að með raunverulega neitt í töskunni sem að getur leitt til eins eða neins og eiginlega vita það allir nú þegar held ég. Já, ég held að það sé algjörlega rétt. Málið það hann náttúrulega búin að koma upp alveg gríðarlega stór spillingamál í Úkraínu. Og Úkraína þarf eitthvað 30 og 35 milljarða á dag til þess að reka bara grunnþjónustu. Og Zelenský alls þar á höftunum eftir peningum. Nú þeir sem við sem eins og ég og fleiri sem bentum á að Úkraína væri mjög spilt ríki og það væri mjög mikil hætta á því að verið að dæla peningum inn í svona spilt ríki. Við erum úthrópaðir fyrir það að vera pútinistar og með talpunta frá Moskvu og svo framvegis. Maður er úthrópaður, ég háskólakennari, af því að maður segir þetta, ég búin að vera vinna fyrir Sovétríkjunum, ég tók þátt í því að vinna við það að Eystrasaltsríkin fóru inn í Evrópusambandið á sínum tíma og tók þátt í að setja upp spillingastofnun til dæmis í Lettlandi og maður veit hvernig mafían vann þarna og maður veit hvernig spillingin er og maður er úthrópaður, maður er úthrópaður fyrir það að hafa sagt þetta að vera hætt á spillingu og stjórnvöld á Íslandi hlusta örugglega ekkert á það sem maður er að segja, þau taka ekkert mark á því. Og þannig að það er einhver spurningar og vonandi verður einhver rannsóknarnefnd send í gang því að búið að dæla þetta inn milljörðum, hvað vissu stjórnvöld hér á landi og annars staðar var að gera þarna og til hvaða ráðstafana gripuðu og hversna hlustuðu ekki á þá aðila sem hafa verið að vinna í svona löndum og hafa reynslu eins og ég frá Alþjóðabankanum, hversna var ekkert hlusta á okkur, hversna var ekki neitt margt á okkur, hversna var dælt peningum að það inn og hvert fóru þeir og hvað var það þetta. Fara til Írlands, Írland ekkert fátækt land, þetta er lítið land, þetta er eitthvað 3-4 milljónir, en hann getur kannski fengið einhver peninga. Hann þarf peninga, auðvitað er erfiðara núna fyrir lönd að koma inn með peninga inn í Úkraínu
vegna þess að þessi spillingamál hafa komið upp og hann að reyna að skipta sko, stjórnendur, en þú að svona landið svo Úkraína, þá spillingin mjög útbreitt og það er erfitt að finna einhverja hæfa aðila sem ekki eru hluti af þessu, þannig að hann fer til Írlands og fer til Frakklands og Macron náttúrulega með mjög slæma stöðu hérna í sínum bara í Frakklandi og hann vill bara fá athygli og kannski draga athygli frá ástandinu í hans eigin landi, en það sem Evrópa setur inn í þetta samkomulag, þannig að þessar punkta eru territorial swaps, það að segja að það vera að skiptast á landi. Þannig að það ekki afsala landi eins og í fyrri punktunum að Úkraína láta af hendi ákveðin lönd svæði eins og Krímskeiðin endanlega farin og svo eru Donbass og svo framvegis og einhver svæði þar sem Úkraínumenn myndu hörfa sem eru svona demilitarized zone, sem eru svona land sem myndi ekki tilheyra neinum en væri svona buffer eða svona eins og bara þessu minni mjög mikið og svipað og Suður- og Norður-Kórea. Þannig að hann að tala þetta. Þannig að þetta svona sko, síðan líka verið að tala að í staðan fyrir að halda atkvæðagreiðslu forsetakjör innan 100 daga að það verið gert as soon as possible, eins fljótt eins og hægt Þannig að Evrópa reyna að draga úr öllu þessu sem alveg svo skiljanleg afstaða, en það bara vandinn fyrir Evrópa, hún ekki aðila þessu samkomulagi og Trump sem með einokun á því að tala við stjórnvöld í Moskvu sendir Witkoff aftur og við vitum alveg að Witkoff hefur talað að Putin sé einhvern tíðan að tala hann verið great guy and super smart, hann tala mjög vel Putin, það kannski auðvitað það kannski hluta af strategíni að skapa þannig andrúmsloft að ef hann talar vel Putin að menn fari að tala saman á vinsamlega nótum sem getur svo kannski leitt til einhver sem getra fyrir Úkraínu, maður veit það ekki, en það allavega sko, maður sér þarna á þessu samkomu, þessu 28 punktum sem ég sá bara í fjölmiðlum, ég sá bara í Sky News og ég bara treystir á þessa fjölmiðla að þessi punktar séu sæmilega réttir, þetta búið að birta, ég búin að sjá 2 formlega, það sem kom upprunalega og síðan það sem kemur núna og að það verið og bara að reyna að færa tilbaka það sem Bandaríkjamenn hefðu ákveðið. Það alveg erfitt sko að gera það þannig að Bandaríkin náttúrulega eru öflugasta stórveldi í heiminum og þeir ráða langmestu. Fyrir þá skiptir Úkraína ekki svo miklu máli. Hvort að Donbass fellur undir Rússland eða ekki undir Rússland, það skiptir Bandaríkin ekki svo miklu máli. Og það þetta sem að mörg Evrópuríki átta sig ekki á og maður sér sko að leiðtogana eins og forseta Póllands og leiðtogann Eystrasaltsríkjanna óskaplega sárir yfir því að Bandaríkin séu bara kannski ekki á þeirra bandi og svo framvegis og séu tilbúin að fórna þessu og hinu og þessi það eins og aðeins hafa haldið það að Bandaríkin myndi bara líta á það að það verið að taka hluta af Kaliforníu eða eitthvað svoleiðis, þetta myndi Bandaríkin berjast hvert fermetra á sínu eigin landi. Þeir myndu gera það sko mikilli hörku í Norður-Ameríku, en þetta ekki Norður-Ameríku, þetta Evrópa og fyrir Bandaríkin að fara að stofna niður þjóðir ekki hættu fyrir þessu lönd, það alveg ótrúlega mikil dómgreindarleysi að halda það. Auðvitað vilja Bandaríkin hjálpa þessum löndum og hafa gert með vopnasendingum og tæknilegri aðstoð og að veita aðganga upplýsingu leyniþjónustunnar og svo framvegis, að gera heilmikið. En stórveldi hugsa alltaf sitt eigið þjóðaröryggi og menn hafa ekki áttað sig á þessu sko að það eru takmörk fyrir, svo nú eru bara stríðið bara að standa mjög lengi yfir og Bandaríkin hafa öðrum hnöppum að neppa og það eru alls konar hluti geta blossað upp. Venesúela, ég trúi nú ekki að þeir fara í átök í Nígeríu, það hefur ekki heyrst meira það, en það var eitthvað á tímabili og svo er Austur-Asía, löndi eins og landi eins og Ástralía sem reyndar ekki í Austur-Asíu en nágrannaríki, það hefur áhyggjur af því ekki að marka þetta öryggi frá Bandaríkjunum, þetta löndi eins og Suður-Kórea hafa áhyggjur og Japan og Tævan, áhyggjur af Tævan og fórsetið Japan farin að lýsa stórar yfirlýsingar til Kína, þannig að það kalla sko staðan í þessum heimlunda sem ég Austur-Asíu, þá kallar það á það sé ykkur stórveldi sem komi inn og haldi svona í balans og Kínverjar reikna með því sko að Bandaríkjamenn
að það sé stórveldi, ég hef verið í sambandi við akademíska háskólakennara héðan bara í tölvupóstsambandi bara það hvað þeir halda að það sé og þeir telja það afsætti hérna síðan það að Bandaríkin það sé reikna með því í Kína Bandaríkin reynda að halda svona einhverju jafnvægi milli stórveldana en auðvitað Bandaríkin hafa takmarkaða möguleika hérna þegar að þetta allt í gangi stjórnsýsla Bandaríkjanna þótt þessi stórveldi hún getur ekki verið með svona mörg mál á borðinu þú sér hvað gengur illa með Úkraínumálið það gengur hvorki né rekur og þú heyrir til dæmis bara að hafa blaðamannafundur fyrir einhverja viku þar sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna Rubio kom fram og sagði hann talaði tremendous progress eitthvað ægilega mikinn árangur svo gengur blaðamenn á það hvað það svona sem svona mikið tremendous mikill árangur og hann gat ekki nefnt eitt atriði og ekkert einasta atriði og hann sagði bara ok, ég get ekki, þetta alltaf viðkvæm mál ef ég fer að telja upp og segja þá getur það bara valdið tjóni og skaða og það alveg örugglega rétt hjá honum en svo kemur hann nokkrum dögum seinna og segir að það hefur náðst árangur en það eru mörg mál sem eru eftir og þessi erfiðu mál sem við vorum að telja upp á það sem svona munurinn á þessu fyrsta samkomulagi og það sem Evrópa gerði það allt erfið mál sem að ég sé ekki hvort það Viktor farið til Moskvu, hann getur ekkert breytt þessu, þetta allt erfið mál. Sko, tímalínan hefur eitthvað breyst því að þegar það var verið að tala meiri segja sérstaklega eftir fundi Bandaríkjamanna og Úkraínumanna í Sviss og meiri segja líka eftir fundið þeirra í Flórída. Þá var talað að það væri von á að Zelenský myndi fara enn einu sinni í Hvíta húsið og þá til þess að höggva á hnútinn á þessum erfiðu málum sem eftir sætu. Nú talar enginn það og sendinefndin hérna frá Bandaríkjunum komið til Moskvu á þess að Zelenský og Trump hafi nokkuð tímann hist sem að mér finnst vera enn eitt dæmi það að það umverulega ekkert að gera sko. Það ekkert í töskunni hjá manninu sem að fer til Moskvu sko. Þannig Nei, það alveg rétt og hérna Trump vill ekki taka mót sko Zelenský þarf ofsalega mikla athygli. Hann þarf að vera að halda blaðamannafundi marga á dag helst og hann þarf að vera í Hvíta húsinu alltaf og hann þarf alltaf að vera í fjölmiðlum stanslaust. Hann vil talja að það sé líklegast til árangurs en það einmitt þvert á móti. Sko, við svona aðstæður þá verið betra að menn væru svona low profile að heldur sér til hlés og menn væri ekki alltaf að lýsa því að hann kemur öðru hverju þegar að samkomulagi kemur frá hérna þessi 28 punktar sem komum frá Trump sem verður að gefa eftir ákveðið land sem að ég held að sé bara mat sem kemur með frá Bandaríkja herum það sé eiginlega ekki hægt að ná tilbaka þessu landi. Úkraínumenn geta ekki haldið í. Nei, og hann bara kemst að þeirri niðurstöðu. Það bara örugglega bara Pentagon. Ég get ekki ímyndað mér að Trump setji þetta á blað nema hann sé búinn að ráðfæra sig við Pentagon og varnarmálaráðherrann og hvað sé raunhæft. Og sko, Trump realisti. Ég meina, þær skoðanir sem við höfum verið að setja fram hérna sem hafa fengið svona sumi verða ansi reiðir á Íslandi sem heyra þetta eru ekkert ólíkar því sem Trump hefur í raun og veru og síðan var að fórstu Bandaríkjanna J.D. Vance og svo Witkoff. Þetta svona svipaða skoðanir sem byggja á svipuðum gögnum. En svo eru aðrir sem eru með þær skoðanir sem eru skiljanlegar að Úkraína sé sjálfstætt ríki geti gert hvað sem eigi að fá allt tilbaka og Rússland hafi ekkert um þetta að segja og eigi ekki ráðneinu og þeir séu bara, og Putin séu sem Hitler og svo framvegis. Það út frá tilfinningalegu sjónarmiði þá það alveg rétt. En ég held að Trump hefur ákveðið raunsæis element í sér. Hann er í viðskiptum, hann veit að það þarf að stundum að semja. Stundum sko, í alþjóðaviðskiptum þá eiginlega aldrei að leita þú ert aldrei að leita bestu mögulegu stöðu. Í alþjóðasamskiptum snúast það að lágmarka tjónið og velja einhvern kost sem er skásti kosturinn. Það skásti kosturinn. Og auðvitað þetta hérna ofsalega miskunnarlaus og svona grimmúðleg staða. Það að segja allt þetta mannfall, eignatjón og allt sem búið að gera þarna á báða bóa. Fólk hefur fallið frá, fólk hefur örkumast. Þetta algjör hörmung. En allavega það kemur að því að menn þurfa að velja skásta kostinn af slæmum kostum. Þetta snýst ekkert það að segja, heyrðu já,
við veljum bara besta kostin og hann sá að Úkraína tapi engu og fái síðan stríðskaðabætur og svo framvegis. En Evrópa ennþá með þá kenningu að alþjóðasamskipti snúist það bara að fá allt og hinn aðilinn sem mótaðinn fá ekki neitt á meðan að Trump er að gera það sem hann að velja skásta kostin. Og svo það annar misskilningur fyrir Evrópu að halda það að Bandaríkin mun alltaf velja besta kostin fyrir Evrópu. Trump forseti Bandaríkjanna. Hann mun alltaf hugsa þjóðaröryggi og hagsmuni Bandaríkjanna. Evrópa númer 2. Þannig líklega Bandaríkin númer 1 og svo Austur-Asía númer 2, kannski Suður-Ameríka númer 3, kannski Mið-Austurlönd númer 4, Evrópa kannski númer 5. Já, ég líti á varandi svæði í heiminni, þá eru Austur-Asía skiptir Bandaríkin mestu máli og ég veit að Bandaríkin yfirleitt hafa mjög miklar áhyggjur af ástandinu í Austur-Asíu og hvað Kínverjar orðnir sterkir á Suður Kínahafi, hvernig tala Tævan og svona. Það mikið, svo Persaflóin næst mikilvægastur og við vitum átökin við Íran alltaf hreint og við vissum náttúrulega stríðin í Írak og allt þetta sem við að tala þau eru líka langt mikilvægast. En svo náttúrulega komið upp nýtt mál sem Suður-Ameríka, auðvitað hún reyndar væri eðlilega langt mikilvægast en náttúrulega landur sem Venezuela veikt í samanburðinum. Afríka, það skiptir litlu máli. Það sem ég að segja varðandi Úkraínu það, ef að Bandaríkin að semja, þá til dæmis kemur fram í samkomulaginu að Bandaríkin verða yfir einhverju sjóði sem á að byggja upp Úkraínu, sem eiga að vera peningar í, sem Bandaríkin eiga að stjórna með Rússum og síðan á Evrópa komið $100 miljardar inn í þennan pakka. Það ekki inn í Evrópusambands eða NATO-ríkjum Evrópu tala ekkert þennan $100 miljardar sem Bandaríkin koma inn. Þarna eru Bandaríkin að hugsa bara sín sóknarfæri. Evrópa á að borga $100 miljardar og Evrópa ekki að fá endurgreitt neina aðstoð sem hún hefur fengið frá láti Úkraína hafa, en Bandaríkin eiga að fá tilbaka gegnum auðlindir allt sem þeir hafa gert. Þannig að ég segi bara það. Hilmar, ekki rétt hjá mér að þú ert líka að segja að Evrópa sé númer 5, að Bandaríkin númer 1, þú segir Austur-Asía númer 2, Persaflói númer 3, Suður-Ameríka númer 4 og Evrópa númer 5. Evrópa væri, ef það er átökið Venezuela, þá voru Evrópa númer 4 og Afríka númer 5. Nei, það Bandaríkin alltaf númer 1, síðan Suðaustur-Asía, síðan Persaflóin, síðan Suður-Ameríka, síðan Evrópa, svo Afríka. Já, það má segja það, en ég meina samt sem áður þá náttúrulega ef það verið stríð ef það verið stríð í Suður-Ameríku, eitthvað stórt stríð, þá það algjörð forgangsmál. Ef það yrði, það náttúrulega ekki orðið. Ef það yrði, þá myndi ég raða þessu Suðaustur-Asía vegna uppgangs Kína Suður-Asía væri, ég meina það getur alveg sagt það að eitthvað stórt stríð í Suður-Ameríku, ef það verður, þá það orðið nummer 1 og Austur-Asía nummer 2 og Persaflói nummer 3 og Evrópa nummer 4 og Afríka nummer 5. Já, það að því ég sagði alltaf Bandaríkin nummer 1 þannig að það bara við erum með öðruvísi tallíka á þessu, þannig að Evrópa lendir á sama staðnum. Bandaríkin nummer 1, en Bandaríkin nummer 1. Evrópa neðarlega á borðinu. Og ég ætla aðeins varðandi Suður-Ameríku að því að við kannski erfitt fyrir okkur að meta hvað ætla sér umverulega varðandi Venezuela. En við sáum til dæmis hversu hart Trump beitti sér í þingkosningunum, svona midterm kosningum í Argentínu. Hann núna óður út af forsetakosningum í Honduras, þar sem að það munar í lengu á milli tveggja efstu. Hans maður með einhver örfá atkvæði fram yfir hinn og ég ætli verði ekki að telja í viku í senn. Þannig að hann Trump núna brjálaður að sig ekki bara lýsti við sigri hans manns. Þannig að það margt annað sem hjá honum sem bendir til þess að áhugi Bandaríkjastjórnar á Suður-Ameríku sé meiri, að þeir líti á uppgang og
aukin viðskipti við Kína í Suður-Ameríku sem vandamál og þeir ætla að fara eiginlega í svona kerfisbundin stjórnarskipti með misíllu í þessum löndum. Mér finnst það að vera svona, þegar þeir hótuðu Brasilíu stjórn ef að Bolsonaro yrði dæmdur í fangelsi eða settur það inn og þar fram til götunum. Þannig þeir eru eiginlega byrjað að skipta sér meira af málum í Suður-Ameríku heldur en kannski við þekkjum á undanförnum 10-15 árum. Við þekktum þetta náttúrulega á seinni hluta síðustu aldar, þá voru Bandaríkjamenn þarna á kafi í innanríkismálum Suður-Ameríku. En það er eins og sá tími sem einhver leyti að koma aftur. Já, sko, það sem maður hefur verið undrandi á vegna Úkraínustríðsins að hvað Bandaríkin hafa látið hluti afskipta litla í Suður-Ameríku og Mið-Ameríku. Og náttúrulega, sko, það er þessi Monroe-kenning sem gildir það að Bandaríkin vilja ekki að það sé neitt stórveldi að hasla sig öll hernaðarlega í Ameríku. Þá er ekki bara að tala um Bandaríkin eða Norður-Ameríku, heldur líka Mið-Ameríku og Suður-Ameríku. Og eins og bendir á það hafa Kínverjar verið að auka mjög mikið viðskipti og fjárfestingum í Suður-Ameríku. Og maður hefur oft undrast á hverju eru Bandaríkin sko ekki að hafa, á hverju eru þeir ekki meira svona, með yfirlýsingar þetta. Nú, Suður-Ameríka eins og Venezuela og þessi lönd þarna sem varst að nefna Honduras og þessi lönd sem þarna eru, þau eru öll í bakgarði Bandaríkjanna og innan áhrifasvæði Bandaríkjanna. Þannig að Bandaríkin, samkvæmt Monroe-kenningunni, myndi ekki sætta sig við neitt mikil umsvif annars stórveldis á þessu svæði. Og það er sagt við okkur varðandi Evrópu að Rússum bara kom ekkert við það sem er að gerast í Evrópu vegna þess að þó að sé Úkraína með 2000 km landamæri eða eitthvað svoleiðis við Rússland, þá kom þetta bara ekkert við, þetta sé sjálfsagt ríki. En við sjáum alveg að Bandaríkin eru stórveldi, eru langöflugasta ríkið í Ameríku og eru ráðandi og hafa afskipti af nágranna ríkjum. Það er bara í samræmi með þess að við erum að segja um Úkraínu. Bara nákvæmlega sama, sko, þau bara eitt þeirra áhrifasvæði. Þeir hafa afskipti, þeir vilja ákveðum stöðuleika og svo snýst þetta líka um aðgang á auðlindum og viðskiptum og allavega. Þannig að það er ekki vafa því að Bandaríkin eru mjög ráðandi ríkið þarna. Við greipum inn í Panamaskurðinum bara fyrir stuttu síðan þegar að Panamastjórn hafði gert samninga við eitthvað kínversk fyrirtæki rekstur á skurðinum, að þá komu Bandaríkjamenn og krafðust þess að þessu samningum yrði rift og að þeir kæmu með sína eigin fyrirtæki til þess að reka skurðin. Já, ef að Kínverjar eru að fjárfesta í höfnum eða svona viðkvæmum svæðum eins og Panama flutningaleiðum, ég meina í hernað eða skellir á styrjöld, þá verða strax átökum flutningaleiðir og þetta varðar þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Þannig ég er ekki að segja þegar ég er að ráðast á Panama, ég er að segja sko að ef að Kínverjar eru að hasla sig völl í Panamaskurðinum, að þá er það eitthvað sem að varðar þjóðaröryggi Bandaríkjanna og Bandaríkin munu hafa miklar áhyggjur af og munu skipta sér af. Þetta er eins og Malakka Strait milli Malasíu og Indónesíu sem er gríðarlegir flutningar fara frá Kína. Eða allir sjóflutningar Kína til Persaflóans fara í gegnum þennan Malakka Strait. Þess vegna er Xi Jinping að reyna að opna leiðir framhjá norðurslóður í samvinnu við Pútín. Þetta eru svæði sem eru ofboðslega viðkvæm og alltaf þegar eitt stórveldi fyrir að ná sterkri stöðu á svona svæðum umfram hin, þá verður gríðarlega mikið spenna og það er alveg sama hvað verið í forseti Bandaríkjanna að Panamaskurðurinn og allir svona svæði eru mikilvæg og ef að Kínverjar eru gegnum belt og braut að vinna í höfnum og hafnaframkvæmdir og eitthvað sem tengir samgöngum og flutningum, það er allt saman mjög viðkvæmt fyrir Bandaríkin. Og kannski eru Bandaríkin svolítið að vakna upp í vondan draum varðandi Suður-Ameríku að þau hafi ekki verið með augun alveg á boltanum. Það hefur verið svo mikil, það er erfitt fyrir stjórnvöld að vera með mörg mál á borðinu á sama tíma. Við sjáum bara um Úkraínustríðið að þeir eru búin að vera með borðinu hjá sér mjög lengi, þeir eru búin að taka mjög mikið tíma frá Bandaríkjunum. Þeir eru reyndar sem að segja ok, við ætlum að fá allt endurgreitt. Evrópa fær ekki endurgreitt en við ætlum að fá allt endurgreitt og svo hefur verið uppbygging Úkraínu og allir við að stjórna því og Evrópa verið að borga fyrir það og svo framvegis og við ætlum að fá þóknun og fá eitthvað fyrir þetta. Þannig að sko Bandaríkjunum hugsa sína eigin hagsmuni
og þeir gera það líka Suður-Ameríku, þá er það þeirra eigin þjóðaröryggishagsmunir sem þeir verða að hugsa og hérna munu gera. Má ég spyrja um eitt sem að þú nefndir áðan, Hilmar, þú sást að tala að þú hefðir bent á að hversu spillt samfélag Úkraína væri. Það hefði ekki verið hlustað á þig og fengið að heyra það út af að þú dregur stundum fram önnur sjónarmið heldur en þau sem eru svona þessi svona eina lína sem gefin á Vesturlöndum. Kallaður pútinisti ef að maður ekki bara með línuna beint frá Pentagon. Þetta spillingamál sem núna að skekja stjórnvöld í Úkraínu. Það eru 2 ráðar búin að segja af sér og núna helsti pólitíski bandamaður Zelenski Jarmak, hann hættur, hann að fara á vígvöllin, sagði hann í einhverju viðtali. Þetta út af spillingu í orkumálum. Íslendingar hafa styrkt orku uppbyggingu eða viðgerðir í Rússlandi sérstaklega með annars með 1,4 milljarði. Ég held að vera meira fé farið í þetta. Finnst þér ætti að ræða þetta mál út frá því að við erum að styðja orkuuppbyggingu Úkraínu og það kemur síðan í ljós að þeim peningum einhver leyti stólið? Ég málið það að íslensk stjórnvöld hafa voru lítið verið að framkvæma aðstoð við Úkraínu. Þau hafa verið að leggja peninga, senda Úkraínumönnum peninga eða leggja inn á einhverja stofnanir, alþjóðastofnanir, einhverja aðila, leggja inn á einhverja aðila peninga, senda peninga til Tékklands í vopnakaup. Og svo er þetta stríðið svo er þetta með orkumála. Það er alveg lógist fyrir Ísland að vera að skoða orkumálum í Úkraínu og Ísland fyrir löngu áður en að þessi átök í Úkraínu hófust, voru Íslendingar að skoða möguleika á jarðhita í Úkraínu. Það voru bara verkfræðifyrirtæki á Íslandi sem voru að skoða þetta, möguleika orkusum. Það er alveg eðlilegt, en þetta er samt geirið það sem eru miklu peningar. Orkugeirinn eðlisinn er mjög fjárfrekur og hann er bara þannig geirið, þetta er dýrar framkvæmdir og íslensk stjórnvöld hafa verið að leggja þetta peninga. Það er það sem auðvitað þarf að skoða þetta alltaf. Þetta fara fram endurskoðun og bara það þyrfti bara að fara í gegnum þetta, hvernig var þetta gert allt saman og þegar spillingumál kom þá þarf að bregðast við. Það er ekki nóg bara að þegja eða reyna að þagga mál niður. Það þarf að bregðast við og það er ekki bara Zelenski. Það eru heldur líka þeir sem hafa verið að moka peningum þarna inn. Tökum dæmi, ég var sjálfur formaður nefndar sem veita afstöðu til Bosníu-Hersegóvínu. Hvernig gerðu þið þetta? Vorum við að leggja peninga inn á reikning einhvers annars aðila eða vorum við að senda peninga til stjórnvöld? Nei, við keyptum bara ákveðin tæki og búnað ákveðin fyrirtæki sem var stærsta aðstoðin. Við keyptum þetta sjálf, það var ríkisköpun sá þetta. Við keyptum þetta fyrirtæki og sömdu fyrirtæki og það voru veittir miklir afslættir. Við unnum verkefni við samvinnu við Alþjóðabankann en við borguðum aldrei 1 krónu, ekki $1 eða neitt. Þetta var kallað parallel co-financing, þannig að við þurftum að hafa samráð við Alþjóðabankann. Við hafum svo umsvifamikill í Bosníu-Hersegóvínu að við unnum þetta í samráð við þess að við verðum ekki að gera það sami að þvælast hvort fyrir öðrum. Þannig að þetta var kallað parallel co-financing. Það þýðir það að við erum með verkefni í gangi sem er við hliðina á Alþjóðabankanum en er alveg sjálfstætt. Það sem að við sköffum allan búnað sjálf, kaupum hann allt sjálf, við sköffum sérfræðinga, og við komum með aðila sem fara til Bosníu-Hersegóvínu og framkvæma verkefnið og við fylgjumst með því. Þannig að við erum aldrei að borga stjórnvöldum í Bosníu-Hersegóvínu sem var líka mikið spilling, neina peninga, við gerum það ekki, vegna spillingar og ótta við spillingu. Við borgum það ekki, við borgum Alþjóðabankanum ekki neitt. Þeir voru bara samstarfsaðili, við keyptum allt inn, við framkvæmdum allt sjálf og öll sérfræðiþekking kom frá Íslandi. Þannig að þetta var að vegna þess að ég hef verið að vinna í Afríkumálum áður að þetta var og maður þekkir alveg hvernig þessi hlutir gerast og hvernig þá snýst þetta allt að lágmarka tjónið af spillingu og fara og ég fór sjálfur 2 ferðir hérna inn í Bosníu að minnstakosti og við fylgdumst algjörlega vel með hverju voru að fá aðstoð og til að tryggja það að það væri ekki bara verið að veita einhverjum forréttindahópum í þjóðfélaginu aðstoð, heldur væru allir, þetta var aðalega ungir menn,
fengju aðstoð, fengju meðferð, við fylgdumst alveg með því og við fengum lista, við fylgdumst alveg með þessu, við vissum alveg hvað gat gerst og ég vissi það alveg sjálfur. Mér finnst þessi aðstoð varðandi sem verið að veita Úkraínu að vera að leggja peninga inn okkur reikninga og láta mikla peninga inn í stjórnkerfi Úkraínu. Þetta blikkar rauð ljós í mínu höfði alveg leið, mörg rauð ljós. Og maður nefnir þetta og þá eins og þú ert alltaf afgreiddur þannig, heyrðu, hann er bara launaskrá hjá Kreml, skilur þessi. Það er það sem þú færð að heyra og það er ekkert hlustað á þetta. En auðvitað hlýtur þetta að ræða ansi marga milljarða sem hafa farið til Úkraínu héðan, en svo eru önnur lönd líka náttúrulega sem hafa verið sem er stærri og hafa látið miklu meira og að það hlýtur einhvern tímann að þurfa að koma því að skoða þetta þegar að koma upp mál þar sem æðstu aðilar eru spilltir. Og þetta kemur ekkert óvart, ég var að vinna í Lettlandi, það voru mjög hátt settir embættismenn og stjórnmálamenn sem voru flæktir í alls konar mál. Og Alþjóðabankinn, þetta er mjög vandasamt að koma að þessu, að koma svona að rannsaka spillingu, þetta getur verið meira hættulegt, þetta er mjög vand með farið. Við þekkjum það náttúrulega að verið fyrirverandi forseti Frakklands sem er á leiðinni í fangelsi og er þetta búin að dvelja þar í smá stund. Og það er fyrirverandi innanríkisráðherra Spánar núna í réttarhöldum fyrir spillingu í tengslu við COVID. Alltaf þess að koma svona miklu peningar skyndilega, þá er hægt við að þessi spillingar líka. En ég er bara að velta fyrir mér, auðvitað gætu við kannski verið með svona sérstök verkefni eins og þú ert að lýsa að Íslendingar hafi verið með í Bosníu, en á endanum þarf að dæla einhverjum peningum inn til stjórnvalda í landi sem er í stöðu eins og Úkraínu og segja menn þá sem svo að ég menna það er bara þannig að í stríði og svona svæði að þá er kannski 15-20% af þessum peningum sem bara tapast í spillingu en hinn valkosturinn er að leggja ekki þarna til og þá muni Úkraína bara hrynja en ef við bara setjum okkur við það, er það eitthvað slíkt sjónarmið sem er ríkjandi að við höfum svona lítinn áhuga á spillingunni, að við leggjum inn peninga og við viljum svona láta líta út þannig að við sem að hjálpa þeim sem að sannarlega á alla rétt á því og er hlut af okkar gildum og like-minded nation og allt þetta. Og þess vegna er kannski bara erfitt fyrir okkur að ræða spillingu góða gæjans á sama tíma og að við viljum að hann vinni vonda gæjan. Og náttúrulega það var margt í þessu fyrsta lagi þá náttúrulega var þetta stríð, það var hægt að koma í veg fyrir þetta stríð. Þetta stríð var alveg óþarfi, það var hægt að koma í veg fyrir þetta og þannig að þeir sem að segja þetta geta bara hugsa svo af hverju var ekki samið miklu fyrr. Akkur var ekki samið áður, akkur var alltaf að segja það að Pútín væri bara svo Hitler og ekki að tala við hann, en núna eru stjórnvöld Evrópu fúl yfir því að vera ekki við borðið að geta verið að tala við Pútín. Það er voða skrítið, Evrópu stjórnvöld ýmist segja það að Rússland sé að hruni komið eða það sé að leggjandi sig alla Evrópu og svo framvegis, þetta er voðalega mikla mótsagnir í þessu. En aðstoð við lönd eins og þessi er mjög vandasöm. Afskaplega vandasöm, það er enga góða lausnir til. Ég myndi reyna að lágmarka stórar peningasendingar til landsins eins og mögulegt er, veita því aðstoð, reyna að stýra með henni og fylgjast með henni eins og mögulegt er. Það er mjög vandasamt, það er hægt að grípa til vissra aðgerða sem við gerum. Við Íslendingar við erum litlir, þegar ég var að fara til Bosníu-Hersegóvínu þá var stríðið lokið, það var mjög brothætt og hvernig þetta er að gæta öryggis. Við höfum ekki skrifstofu þarna, ekki sendir á það neitt, þá við unnum með alþjóðastofnun, en við unnum með þegar við vorum að tala við þá á þeirra eigin skrifstofu, en við unnum með þeim og höfum stuðningur á þeim og höfum að fara þarna, en ekki með peningasendingum heldur með því að veita aðstofna beint. Þannig að bara alltaf, auðvitað fer alltaf eitthvað í spillingu, en ég meina mig grunar það að við séum ekki bara að tala um einhverja litlar upphæðir í Úkraínu. Ég held að þarna þetta hafi bara farið úr böndunum og þarna sé einhverju leyti barnaskapur, að þarna er sagt ok, það er lítið land og það er stórt land sem ræðist á litla landið og litla landið var gott og stóra landið er vont og við erum að gera allt til að hjálpa litla góða landinu, að minna góða landinu sem er minna og er gott land. Og auðvitað er Úkraína fólkið þarna, ég hef komið þarna gesturlisti fólk og allt gott fólk, en mjög útbreidd spilling, þess vegna kemur ekkert óvart að tölvu stór hluti af því sem þarna fer inn fer í
til spillingamála og þú sér það orkugeirinn alveg sérstaklega viðkvæmur núna, það koma mjög að koma harður vetur framundan og almenningur sem lagt döðinu skil þegar ég var að koma þarna og laftist döðinu skil bara þegar Úkraína var sjálfstæð 1991 þá var alltaf bara nokkrir ólígarar sem áttu mest á eignunum og réðu öllu þarna og almenningur hafði það ekki gott, sko alls ekki og hagkerfið skrapp saman á 30 árum. Þannig að þetta hefur alltaf verið óstjórn. Ég held að fólk hafi ekkert áttað sig á þessu og stofnanirnar sem voru veikar og spiltar eru ennþá veikari núna og ennþá spiltari. Og þess vegna hef ég alltaf varað við því að þetta mjög mikill vandi að þetta ekki bara að snúast það að senda eins marga milljarða eins og hægt og svo framvegis. Ef þú tala ráðamenn á Íslandi, þá eru þeir undir pressu. Við erum í NATO og við erum ekki í ESB, við erum á sameiginlegu markaði, Evrópusambandsins innri markaði og svo þetta norræna baltneska samstarf sem okkar ráðherrar að fara á og þeir eru alltaf undir stöðugri pressu frá sínum kollegum að gera eitthvað, koma með eitthvað. Ísland hefur ekki sendiráð í þessum og enga stofnanir og ekki neitt í Úkraínu sem er svona stiður við það sem við erum að gera. Við þurfum að vinna með einhvern, maður þarf að finna samstarfsaðila og þau stjórnvöld hafa gert það en við höfum ekki verið að framkvæma mikið. En það er hægt að gera þetta kostar bara töluvert mikla vinnu og það verður aldrei að koma í veg fyrir algjörlega fyrir spillingu, það er spilling í öllum löndum, líka á Íslandi. Þú ert að segja, Hilmar, ekki að það verður nær fyrir Íslands stjórnvöld að hafa, ég segi ekki sendiráð í Úkraínu, en hafa svona einhverja yfirumsjón með það hvernig sko framlög okkar er háttað, við ætlum ekki búin að leggja 20 milljarða eitthvað til Úkraínu, það var ekkert óeðlilegt við það að það væri einhver svona eftirlit á okkar hálfu með því hvert féð færi og hvort það væri nýtt vel og verið með sjálfstætt mat á hver þörfin væri. Ég verð ekki var við það að við höfum verið að láta ríkisköp kaupa einhverja aðilega hér á landi kaupa búnað frá Íslandi. Ég fæ þá bara að heyra það ef það er rangt. Ég hef ekki heyrt það til þess að senda til Úkraínu eitthvað sem við erum sérfræðingar í, sem við kunnum vel og við höfum verið að nýta íslenska stofnanir í það. Ég meina ríkiskaup sér bara innkaup og þeir geta skipt miklu máli, þeir geta samið miklu betri verð og það verður miklu meira úr aðstoðinni. Þannig að þú getur verið með stofnanir sem ekki endilega í Úkraínu, hér á landi, senda búnað, vera með sérfræðinga á staðnum frá Íslandi. Það þarf að fara mjög varlega því þetta er náttúrulega átakasvæði. Ég sjálfur unnið átakasvæðin bæði í Bosníu og svo ennþá meira átakasvæði í Mósambík, í Afríku sem var búin að vera styrjöld 2-3 áratugi. Fyrst styrjaldi Portúgal og síðan borgarastyrjöld. Þannig ég veit alveg hvernig er að vinna átakasvæði, sko, það er mjög vandasamt. En þú vinnur í samráði við alþjóðastofnanir og svo framvegis og það er alls konar gríp til alls konar ráðstafana. En ég hef ekki orðið var við það að það verið að nýta okkur. Við höfum verið að kaupa vopn þó við séum vopnlaus þjóð og herlaus. Og ég hef líka verið algjörlega á móti því og við höfum verið að kaupa í gegnum þriðja aðila, Tékkland, og það sem er ekki engi leið að fá neina upplýsingar. Við höfum náttúrulega engan sérstaklega stóran vopnasala hérna nema pappa fyrirverandi ríkislögreglustjóra, hann var svolítið að selja vopn hérna heima en við höfum enga hefð fyrir hernaði eða vopnaköpum. Það mál alltaf ég ekkert að segja en við eigum ekki, við þurfum ekkert að vera í vopnakaupum yfir höfuð því það er aðstoðin sem Úkraína þar núna er eiginlega brýnni sem tengist að gera fólk vinnufært. Fyrsta lagi þá hefur Úkraína var 52 milljónir þegar landið var sjálfstætt. Þegar innrás sem að gera var að koma í 42 milljónir og megnið þessu fólki sem var ungt og skafsta best menntaða fólki sem flúði Úkraínu og svo núna hafa verið að flýja mikið af ungum mönnum og fólk hefur margir reynt að flýja líka það hefur verið að tala um að ég vil að ræna unga menn á götum hingað og þangað til að koma þeim á víglínuna þannig að það er mikil mannafl svo hafa mjög margir örkumlast það er kannski 3-4 ef einn hermaður lætur lífið þá er kannski 3-4 sem að örkumlast
Það er alveg nóg verkefni að hjálpa til við að koma þessu fólki á vinnumarkaðinn aftur, því að ef þú ert með einn mann á vígvellinum, þá þarftu kannski 4-5 sem að vinna inn í landinu og skapa ykkur verðmæti sem borgar skatta til að halda kerfinu gangandi. Þannig að það er alveg, sko, fyrir okkar aðstoð, þó þetta sé ykkur 10 milljarða heildar aðstoðin í okkur yfir allt stríðið, eða eitthvað svolítið, ég veit ekki nákvæmlega hver talan er, en það eru töluverðar upphæðir, að þá sko, er alveg nóg pláss fyrir okkur að láta þessa peninga til mannúðlegra mála. Það er alveg sem þegar íslenskur ráðherrar er að mæta á fundi NATO eða fundi Norðurlandana Íslandsfylkjuna, að þá eru þeir ekki að stofna her á Íslandi vegna pressu frá þessum aðilum. Við höfum heldur ekki að fara í vopnakaup vegna pressu þessara aðila. Má ég spyrja aðeins í lokin, Hilmar, að því að við höfum ekki mikla trú á því að verði samið frið í Úkraínu fljótlega. Þannig að stríðið mun halda áfram. Það eru stjórnvöld í Úkraínu eru miklu vanda. Þeir vantar stuðning, Bandaríkjamenn eru ólíklegir til þess að halda kerfinu gangandi. Evrópuþjóðirnar þurfa að breyta plan. Þeir höfðu plan það að sækja gjaldeyrisvaraforða Rússlands og nýta hann til stuðning við Úkraínu, en það er orðið ólíklegra að þeim takist að sækja hann, þannig að það þyrfti kannski að leggja á skatta í Evrópulöndunum eða Evrópuþjóðirnar myndu skuldsetja sig til þess að halda áfram stuðningi við Úkraínu. Miðað við stöðuna á vígvellinum að þá er hún er allavega ekki Úkraínumönnum í vil. Það er margt sem bendir til þess að varnir þeirra séu orðnar mjög veikar. Hvernig sérðu fyrir þeir svona bara næstu mánuði og misseri? Það er ekki von á góðum tíðindum frá Úkraínu fyrir Úkraínumenn? Nei, það er ekki von á góðum tíðindum, alls ekki. Ég meina, varandi nefndir að taka hana gjaldeyris, það er nú eitt málið, sko, sem er í þessu samkomulagi að Evrópubúar vilja ennþá fara að taka þá peninga, það myndi að hafa afleiðingar. Ég meina, þá myndi til dæmis Rússar taka kannski eignir einkaaðila frá þessum NATO-ríkjum, eignanámi og allt sem þeir eiga í Rússlandi, þannig að þetta er mjög tvíeggjasverð, það er ekki gæti að brotin yfir alþjóðakerfið. Nei, ég sé ekkert gott í þessu. Ég skil alveg Úkraínu, vil ekki gefa eftir neitt land, ég skil alveg. Og þeir vil ekki semja vissa hluti, ég skil það alveg, en þó að Vitkov sé í Moskvu, hann er með algjörlega ómögulegt verkefni í höndunum. Að brúa þetta bil milli Evrópu og Bandaríkjanna er bara, að mínu dómi, það er ógerlegt. Þannig að þess vegna hef ég sagt við þig og sagt við þig undanfarnir þáttum að ég held að þetta verði, sko, frozen conflict. Ég var að tala við norrænan diplomatum það sem ég er í Asíu. Hann sagði, já, þá ef það verður frozen conflict, þá verður að gera þessa kröfu og þessa kröfu og þetta. Og ég var að segja, frozen conflict er ekki eitthvað sem semur, það er bara eitthvað sem gerist. Þú getur ekki gert neina kröfur. Einhverju tímapunkti þá mun þegar Pútín telur það að kostnaður hans við að halda stríðinu áfram sé orðinn mikil og svæðin sem hann á eftir að taka skipti ekki nægilega miklu máli, þá hættir stríðið. Það er ennþá tæknilega stríð í gangi, það er ekki samningar, engin friðarsamningur, en það verður ekkert formlegt vopnahlé, heldur bara hættir, annarkvort verða átökin miklu minni eða hættir okkur í tímapunkti og það verða nýju landamenni sem Vesturlönd viðurkenna ekki. Það er það sem mun gerast, held ég, og ég held að það verði ekki öll Úkraína. En það getur orðið töluvert meira eldur en það sem er í dag og það er áhættan. En ég sé ekkert fyrir mér, sko, að Vitkov, þó að ég sé ekki að draga í efa hans hæfileika og vilja Bandaríkjanna til að losna við þetta málaborðinu hjá sér og líka Vitkov er að hugsa að ljúka stríði, hann er líka að hugsa hagsmuni Bandaríkjanna. Evrópa er að hugsa sína hagsmuni, þjóðaröryggishagsmuni og Úkraína er að hugsa sitt land og halda öllu sínu svæði og fá allt tjón bætt og svo framvegis. Þetta er svo mikill munur á milli aðila að það er nánast útilokað að búa til nokkuð samkomulag sem að gæti sem að allir aðilar getur sætt sig við. Það er bara nánast algjörlega útilokað. Þess vegna held ég að sé líklegast að þetta bara stríð degi út og það landamærin verði ekkert viðurkennd af Vesturlöndum en samt sem áður verður þetta á yfirráðasvæði Rússa. Þannig að það er það sem ég tel vera líklegastu niðurstöðu. Þetta er bara allt og mikið sem að bera á milli en auðvitað
hann Witkoff að fara og það að vera að sína ákveðin lit, en svo ef hann kemur tilbaka með eitthvað, það sem eru svona málamiðlanir og eitthvað, og hann að hugsa, kemur úr viðskiptalífinu, og Trump maður sem að gera díla, verið semjum eitthvað og svoleiðis, og hann tilbúinn að slá af eitthvað til að fá sitt í gegn, allavega mest á sínu, og með það alþjóðasamskipti snúast það að velja skásta kostnaðarslægum, þá held ég bara að Evrópa og Úkraína séu bara ekki tilbúin í þetta. Við séum bara ekki tilbúin, þess vegna heldur þetta bara áfram að mínu dómi, og ég hef alltaf komist að sömu niðurstöðu með það. Það verði ekkert samið þetta. Ég hef enga trú á því að það sem að Witkoff kemur með frá Moskvu eftir hennar síðust, hann búin að fara marga ferðir til Moskvu, verði eitthvað sem að leiðir til þess að verði friðarsamning. Þá þurfum við að finna okkur eitthvað til þess að tala annað í næstu þáttum, því að hættan svo að við fyrir bara að endurtaka okkur vegna þess að raunverulega staðan, ekki ætlum við að hafa hér frozen konflikt í samtölum okkar. Sem alltaf verið að tala Nei, en það sama, ég meina við erum að tala um þetta oft áður og þetta það ekki það bara málið að þetta gengur svolítið fram og tilbaka að Bandaríkin komi málamiðlun sem að Trump virðist vera spenntur fyrir, og svo kemur Evrópa og dregur allt tilbaka og þá endur við svolítið í sama punktinum allt aftur og aftur, og ég held að þá við tölum saman aftur í næstu viku eða þar næstu vikuna eftir, þá hef ég enga trú á því að sú staða muni breytast neitt, ég sé það ekki fyrir mér. Þetta meira spurningin, náður Odessa, taka þeir Kharkiv og hvernig verður það? Það meira spurning hvað verður mikið mannfall. Auðvitað getur líka það gerst að víglínan brotni og Rússarnir fara að sækja miklu hraðar fram. Það getur verið, en ég hef ekki trú á því að á næstu vikum að það verði einhverjar stórkostlegar breytingar, fréttir sem getur komið væru kannski, nýjar fréttir væru kannski miklu frekar úr öðrum heimslutum. Við vorum að tala hvað getur gerst í Venezuela, til dæmis eitthvað svoleiðis sem getur gerst, en þetta held ég að sé bara nokkurn veginn fyrir, maður getur séð það með nokkru öryggi, að það verður ekkert svona eitt breakthrough eða einhverja stóra breytingar í þessu, og þú heyrir alveg að þegar að utanríkisráðherra Bandaríkjanna tala að það hafi eitthvað tremendous success, eitthvað gríðarlega mikill árangur, og svo kemur bara Zelenski á blaðamannafundi eftir og segir það má ekki gefa eftir neitt land, má ekkert gera, má ekkert semja. Þetta náttúrulega ekki gæfulegt. Þetta búin að vera staðan mjög lengi og ég held að þetta muni halda áfram. Það voru fréttir víða það að Rússar væru svona hægt og bítandi að leggja undir sig, það kallaði borg, Pokrovsk, sem reyndar, þetta liggur við að setja kalla þetta sem bæja, þetta fyrir stríða fóru svona 7.000 mann sem að byggu þarna, náttúrulega engin þarna eftir, þetta bara rústir einar. Og var það ekki meira en það? Ekki það sem ég sé hérna, þetta bara í janúar 2025, það hefur kannski verið meira þá, ég skilti, kannski þetta komið inn í stríðið. Þetta svona samgöngumiðstöð, þetta spurningin aðgang að þetta var fyrir ekki fjölmenna. Ég var með tölurnar frá því eftir stríðið. Þetta var, fyrir stríðið voru 60.000 mann sem byggu þarna. Já, ég hélt það þetta. En í hápunktinum, að við erum að horfa á hnignun Úkraínu, að til dæmis stuttu 89, stuttu fyrir sjálfstæði, þá byggu þarna 73.000 manns. Þannig að fólk getur ímyndað sér með að bera saman við íslenska tölur, hvað það þýðir, að eitthvað sem var 73.000 manns 89 en dottinir í 60.000 manns, að það er eitthvað mikil hrörd. Ég held að borgin sjálf skipti ekki svo mikið, þetta samgönguæð og það sem menn halda að aðganga að innviðum, lestarkerfum og vegum og annað, að ef að þessi borg fellur, og þess vegna hefur Úkraínumenn lagt svo mikið að halda þessari borg, að þá muni bara opnast flóðgátt inn í Úkraínu bara út af samgöngum frá þessari borg. Það er það sem en þetta er náttúrulega 60.000 manns í landi sem var fyrir stríð yfir 40 milljónum. Þetta er bara bær, en samt sem áður að þetta er strategískt mikilvægt svæði. Ég held að þetta sé ekki borgin sjálf skipti ekki svo miklu máli. Það er bara að því að Rússar vilja, ef þeir vilja sækja hann, þá vilja aðganga öllum innviðunum, og þess vegna hefur verið barist þessa borg
mjög lengi. Og þetta á því svæði að þarna voru íbúarnir 60% voru rússar fyrir stríð og 40% úkraínumenn. Þannig að þetta á þessu svæði það náttúrulega austurhlutin svona. Já. Hann svona austurhlutin og það náttúrulega þegar að það sem að velti fyrir sig, þarna eru rússarnir ráðandi og Krímskaga var eiginlega allt rússar. Þetta fólk náttúrulega greiddi atkvæði alltaf með þeim forsetaefni sem var studdi Rússland. Og ef að til dæmis Krímskaginn hefði ekki tilheyrt Úkraínu, þá hefðu kannski aldrei komist til valda forseta sem voru hliðhollir Rússlandi. En það er alveg rétt sem þú segir að þarna eru náttúrulega rússar og þetta snýst voðalega mikið, þessi átök snúast líka voðalega mikið stöðu rússa sem búa utan Rússlands. Og við vitum það að þegar Sovétríkin féllu þá voru 20-25 milljónir íbúa sem féllu utan Rússland sem eru rússar og tala rússnesku og þá vakna spurningar þeirra réttastöðu og þeir eru annars og þriðaflokks ríkisborgarar. Þetta hefur aldrei tekist að leysa og var erfitt í Eystrasaltsríkjunum. Ég þekkti þetta skiptist í mjög vel þegar ég var þar, sérstaklega í Lettlandi og Íslandi, það sem mikil fjöldi. Og það tókst aldrei, og þetta ennþá mjög mikið átakamál í þessum löndum eftir meira en 30 ár í Evrópusambandinu. En ég gat þessa frétt sem að var eiginlega í öllum fjölmiðlum í New York Times og Guardian og Times og frönsku blöðunum og skandinavísku blöðunum að Zelenský var að segja að þetta væri dæmi aðferðir Rússa, þetta var allt falsfréttir að Úkraínumenn væri að verja þessa borg. Úkraína væri að tapa henni? Nei, hann sagði að það væri falsfréttir að það væri að tapa henni. Þó svo þetta væri... Þetta er strategist mikilvæg að sagði. Hann vill ekki, hann náttúrulega reyna að halda uppi baráttu anda í landinu. Þannig að hann mun ekkit viðurkenna það fyrir í fullan hefan. Það er alveg eðlilegt að hann mun segja það að þessu ennþá að verjast. Hann mun ekkit viðurkenna að hann sé að missa svæði fyrir alveg í lengstu lög og þetta er búin að berjast þarna mjög lengi og hann er að reyna að halda uppi einhvers konar baráttu anda en hann náttúrulega í mjög erfiðri stöðu vegna þessara spillingarmála og fólkið þarna á þessu svæði og þessu mörgu svæðum þarna í austurhlutanum hefur bara enga kynding og það hefur verið gríðarlega kalt í Úkraínu veturna og svo komur spillingarmál upp sem tengist orkugeran. Þetta er eins og viðkvæmt og eldfimt hægt að hafa það og það eru líkur á því að langmest af þessum aðilum sem þarna eru sem eru svona fólk sem hefur verið í kringum hann sé tengt þessu meira og minna þessari spillingu. Það verður mjög erfitt að skipta og finna einhverja aðila sem hafa trúverðugleika. Þannig að hann er í mjög vanda, það er ekki bara að hann sé að glíma við rússana, hann er að glíma við bara sín eigin stjórnvöld sem er náttúrulega að grafa undan trausti og vekja mikla reiði meðal þeirra eigin ríkisborgara sem eru í frosthörku á nokkura kyndingar og rafmagn sem er alveg hrikaleg. Staða hans er mjög erfið í dag. Þá sláum við, komum heyrjumst aftur kannski í næstu viku, veltum við fyrir okkur hvort að við ætlum að tala enn eins og Úkraínu, kannski förum við bara eitthvað allt annars staðar í heiminum, svo endanum náttúrulega kemur aftur heim úr þessu rannsóknarleyfiðinu og þá hittust við í Rauðaborðið vonandi. Hilmar, í Beilsöllum í Tælandi og nágrannlöndum. Skilja því, þakka fyrir. Kæra þakkir. En við höldum áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennan heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.